Já, við ætlum að ræða Donald Trump sem tók við sem forseti á mánudaginn síðasta. En við ætlum að ræða fasisma og því við höfum séð það í umræðu fólks og fréttum og ekki bara ég heima, heldur út allan heim að það hefur verið að benda á ýmis svona tengsl og minni við fasisma og að kveikna upp umræður þetta. Trump fasismi? Nei, hann getur ekki verið fasisti út af þessu og hinu og þar fundi göttunum, en við erum ekki með svörin yfir þessu, en við erum með fólk sem getur hjálpað okkur að átta okkur á þessu. Hingað komin Pontus Jarlstad sem nýdoktor í sagnfræði, ekki til dæla ný orðin? Jú. Já. Og Nanna Hlín Halldórsdóttir sem doktor í heimspeki og Guðmundur Halldórsson sem prófessor og doktor í sagnfræði. Þetta eiginlega gamalt umræðefni frá því að hann var kosinn hérna í fyrraskiptið 2016 og bæði þú, Pontus, og þú, Guðmundur, tóku þátt í að skrifa það, að velta þessu fyrir ykkur. Má ég spyrja því hver var niðurstaðin þá? Er Trump fasisti og hefur eitthvað breyst? Já, nei, ég held ég væri bara með svipur niðurstöðu þá var ég nýbúin að klára mastersverkefnið mitt þar sem ég var að skoða arfleið nýlendustefnunar innan í fasismans og svarið mitt við spurninguna var eiginlega bara nei, Trump bara íhaldsmaður og ég myndi örugglega halda áfram að segja það í dag, en ég held það sem fólk finnst vera fasist með Trump eitthvað sem við höfum séð í gegnum söguna sem er eitthvað sem ekki kom upp með fasisman, heldur eitthvað sem eitthvað svona vestrænt legacy, nýlendustefnuna og það. Sem venjulegir íhaldsmenn eiga sameiginlegt með fasistum. Já, og bara samfélagið allt getur maður sagt, það bara einhver svona arfleið nýlendustefnuna sem samfélagið þarf takast á við og Trump hreyfist innan hærinu og notar þessi orðræða hærisins og hann notar vissulega orð og hugtök sem hann getur þá verið, sem fasistar getur líka verið að gera þegar það kemur til þjóðríki, þjóðrenni og eitthvað svona, en hann sjálfur myndi ég segja bara íhaldsmaður og ég held við missum svolítið sjónarhorni raunverulega fasíska hreyfingar ef við náum ekki að segja að þessi íhaldsöfl bara íhaldsöfl, en þú veist, mismunandi tegundir af íhaldsstefnunar, þú veist. Íhaldsstefnunar sem við þekkjum í Evrópu náttúrulega öðruvísi eðlis heldur en íhaldsstefnunar sem við þekkjum í Bandaríkjum til dæmis. Ef ég myndi snúa spurningunni við og spyrja þig, hvað það í orðum, stefnu eða áherslum Trump sem að sýna okkur það, hann ekki fasisti? Það náttúrulega, hann byggir náttúrulega bara sinn forseta barátta bara þessi arfleið lýðræðisins í Bandaríkin. Hann ekki að gefast í efu við lýðræðisins. Hann búinn að vinna núna 2 kosningar og hann talar fyrir málfrelsi og frelsi einstaklingsins og alls konar svona, og hann talar fyrir líka bara einhverju liti allavega núna síðast hann var að tala þegar hann byrjaði núna acceptance speech, inauguration speech, þá talar hann þessi fjölmenning sem Bandaríkin og hann talar það sem eitthvað jákvætt, þó að hann náttúrulega algjörlega og rosalega vill bara deportera fullt af miljónum af fólki, þá hann samt tala innan þessa ramma og ég myndi ekki segja að það væri hægt að kalla þetta fasisma væri útfæra þetta allt öðruvísi, fasisma væri bara í rauninni bara að lýðræðinu í grunninn væri eitthvað sem væri sem við þurfum að henda af okkur, við þurfum að byggja nýja samfélagi. Fasisman svolítið umdeilt og kallaða, en fasisman í rauninni einhvers konar byltingastefna, en byltingastefna frá hæri Guðmundur, þú skrifaðir þetta varst að glíma við þessa spurningu fyrir mörgum árum. 2017, hvað langt síðan það var? Það eru 4 ár? Nei, 8 ár. 8 ár, fyrir ekki. Ok. En ertu sömu skoðunar þá? Eða? Já og nei, ég var sömu skoðunar og Pontus 2017 og ég byggði það talsverðu leyti á grein og skrifum
bandaríska sakfræðingsins Robert Paxton sem sérfræðingur fasisma. Hann skrifaði greinarmynd í Le Monde hann 2017, rétt á honum ég var að semja þetta og það segir hann sem sagt að vissulega uppfylli Trump mörg af skilyrðum þessari skilgreininga fasisma sem hann setur hana fram og það sem að orðræðin gengur út á hnignun samfélagsins, segir hann, niðurlægingu, fórnarlambs tilfinning og þessi eining hópsins vinni gegn þessu og hann leggur áherslu á orku og hreinleika sem fasistar og þeir byggja upp fjöldaflokka sem að er með svona þjóðinni sinna að öfgastefnu lifir í svona ákveðni þvingari sem eru skilvirkri svona samkomulega samstarfi við hefðbundnar yfirstéttir. Þeir gefa lýðræðislegt frjálslyndum á bátinn. Þeir hefna sín á andstæðingum með ofbeldi og síðan eru svona haftalaus innri hreinsun, sem sagt án nokkur siðferðis hugmynda eða laga innri hreinsun, sem sagt að hreinsa samfélagið af þeim sem teljast óæskilegir og síðan ytri útþensla. Og Paxton segir að þeirra skoðunar 2017 að jú, vissulega þótt að Trump uppfyllir mörg af þessu skilyrðum og þá sé það merkingarlaust að kalla fasista. Að það einfallega, eins og Pontus var að segja, bara samingi allt annað. Er það vegna þess að margt af þessu á svona hefðbundari, eða svona, ég veit ekki hvað að kalla það, íhaldstefna, á sammerkt með fasistum? Absolutt, sko. Það er ekki eins og allt sem að fasistar standa fyrir sé einstakt. Nei, sko, fasismi getur verið annars vegar sem sagt ákveðin skilgreinstefna og vandinn við það að skilgreinstefna það er ekki til neins svona bók sem segir þetta er fasismi. Við veitum að marxismin er með svona litteratúr sem segir þetta er marxismi og það er svona nokkurn veginn kristni með biblíuna sem getur svona nokkurn veginn borið saman. Það er engin slíkt. Það er nú ansi fjölbreytilega túlkanir. Mjög fjölbreytilegt, en það er samt sem áður til eitthvað svona en fasismin hefur það ekki. Það hefur bara, þú eru að skilgreina út frá hegðun þeirra sem að lýsa því yfir að séu fasistar eins og fasistar gerðu. Ég meina þetta var hreyfing sem kallaði sig fasista á Ítalíu eftir fyrir heimsstyrjöld og það er deilt það hvort að nasistar séu fasistar eða ekki, sko, það er bara deilur keisarans gegn. En hins vegar, sem sagt Paxton sagði eftir 7. janúar 2021, hann hefði breytt skoðun. Að núna var hann algjörlega tilbúin að segja Trump er fasti af því að hann braut hann þessar lýðræðislegu reglur með ofbeldi en þess að hann var ekkit gagnlegt að vera að nota þetta hann taldi ekkit gagnlegt að vera sífellt að tala um Trump sem fasista vegna þess að það dreifur bara umræðin og dreif og þetta verður svona einn af þessum þetta er svona þessi nasista stimpillin sem menn er það til að drepa umræðina. Trump er ekkert minna hættulegu fyrir vikið en ég held að við hefum frekar að vera að deila það hvort hann sé fasist ekki þá hefum við bara reyna að greina það hvað maðurinn stendur fyrir, hver er hans pólitík, hvað ætlar hans er að gera og hvernig og hvaða hátt getur það grafið undan lýðræðinu, grafið undan því svona samfélagi sem búið að byggja upp vegna þess að það er alveg ljóst að það sem Trump er að gera núna er að breyta algjörlega bandarsku samfélagi, pólitískt. Að það er sem sagt að hann er að breyta því þannig að hann er að grafa undan svona þessum stofnunum sem hafa svona eiginlega verið staðið utan stjórnmálanna eiginlega svolítið og hafa sem sagt að vissan hátt haldið aftur af stjórnmálamenn, svona séð átt að sjá fyrir því að svona þetta kerfi gangi að einstaklingsfrelsi sé ekki raunlega brotið því að hvað sem Trump segir einstaklingsfrelsi, hvað sem segir málfrelsi þá gildir það bara þann menn mega þeir sem tala eitthvað gegn honum þeir þurfa að gera halda sér saman þannig að það eru þá ákveðnar stofnanir og það eru dómstólanir auðvitað mjög mikilvægir herinn eru auðvitað alveg gríðarlega mikilvæg stofnun sem hefur vissulega í Bandaríkjunum hefur á vissan hátt er undir valdi forstans en hefur samt sem áður svona sinn eigin svona kóta og sem að Trump gekk mjög illa að brjóta upp á fyrirtímabilisinu því hann hafði í forystu hersins voru fyrst og næst herfóringjar sem fannst til dæmis ekki komið til greina að hernum væri beitt innan Bandaríkjanna sem að er svona nokkurn veginn herinn á ekki notast í það segja þeir sko og herinn vill það ekki vegna þess að það svona getur grafið undan svona þessari ótrúlegu svona
hvað maður segja, samstöðu Bandaríkjanna með hernum. Herin hvað sem mennum finnst hvað bandaríski herin að gera. Þá hermenninir eru góðir. Það bara... En svona getur breyst, sérstaklega með mann með tjáninga aðferðir Trump sem kastar fram svona hugmyndum. Kasta fram hvort við ekki að taka Panamaskurðin og hvort við ekki að taka Grænland og ef það er svona ágætlega tekið í það þá bara förum við í það. Og það er sama með hlutverk hersins og til þess að halda uppi aga eða einhverju í samfélaginu að hann hefur búin að orða það. Og við sjáum þetta í þessum 2 síðustu liðunum í þessari skilgreiningu fasisma hvað svona hann svona að máta sig við þessa tegund stjórnmála að í fyrsta lagi þá ætlar hann greinilega að hreinsa landið, ekki af gyðingum en af innflytjendum og það eru þetta fyrst og næst innflytjendur sem að koma frá löndum þar sem að fólk ekki alveg, hann ætlar ekki að reka norska innflytjendur út, hann ætlar að reka suðurameríska innflytjendur úr landi. Fyrsta lagi það hreinsa innanlands og hins vegar útþenslustefnu og það það sem menn sá svona jákvæði Trump fyrst sko. Trump þó svona friðarsinni eða ekki friðarsinni kannski en hann svona einangursinni. En draga úr fyrirgangi Bandaríkjanna í alheimsmálum. En það bara mjög mikil misskilningur af því að helsta fyrirmynd Trump á sig fyrirmynd að það William McKinley sem var forseti Bandaríkjanna frá 1896 til 1897, hann kosinn 1896. Sem fjallið var skýrt eftir. Já. Og var myrtur 1901. Að hann var einmitt, það var tvennt sem að hann svona einkenndi hans stjórn, var annars vegar hann sett á tolla og hins vegar var mjög hörð útþenslustefna. En það mjög ákveðin tegund útþenslustefnu. Trump sér fyrir sér að heiminum sé skipt upp í áhrifasvæði. Kína má eiga Asíu, Rússland má eiga Evrópu, en hann ætlar að eiga Ameríku og fá að ráðskast með hann eins og sýnist, kaupa Grænland sem auðvitað ótrúlega annarkvæmdi maðurinn gjörsamlega eiginlega galinn sko, því að þetta er svo galinn hugmynd að þú getur bara keypt Grænland af Danmörku, Danir eiga ekkert Grænland, hann getur kannski keypt Grænland af Grænlandi, en það er annars að, og eins vegar að taka Panamaskurinn, þetta finnst hann alveg sjálfsagt að geta gert og leggjum sem Kanada, menn það segja það sem nú brandarið og það maður deilum það hvað sem fyndið það. Það er komið ljós svona með því að kasta þessu fram að þá náttúrulega kannski verða til meðal tildulega fámennrar þjóðar á Grænlandi svona hugmyndur að kannski farnast okkur betur að ganga inn í Bandaríkin og smátt að verður ykkur þessi fræ skjóta ykkur rótum og það má vel vera að það opnist ykkur tækifæri í framtíðinni. Það er alveg ljóst að Grænlendingar takast þannig að þeir vilja sjálfstæði, þeir eru búin að lýsa því yfir. Allir sjá það þarf eitthvað að gerast þess að geta verið sjálfstæðir. Þeir helmingur þeirra fjárlögum kemur beint í stuðning frá Danmörku, einhvern veginn við þurfum að brúa það bil. Ég held að flesti grænlendingar gerir sig grein fyrir því að ganga inn í Bandaríkin ekki góður kostur. Bandaríkin getur varið sjálfstæðið þeirra sem að kannski Danmörk getur ekki? Já, það er svo segi. Já, við erum komin í svona útfærslur. Þetta eru sagfræðingarna. Ég bara hlusta og bara vá, einmitt. Þetta er rosa áhugavert. En ef ég spyr þig, er Trump fasisti? Sko, ég hef ekki þessar skilgreiningar eins mikið á hreinu eins og sagfræðingarnir hliðina á mér. Það sem að ég er búin að vera að hugsa þetta svona út frá svolítið út frá bara hugmyndafræði og svona valdi almennt. Og það sem að mér finnst eiginlega svolítið merkilegt eins og þú ert kannski að segja, það er eitthvað annað í gangi núna heldur en á fyrra tímabilinu. Og almenningsálitið er öðruvísi. Maður að sjá aðra orðræðu og maður að sjá líka aðra hlut á samfélagsmiðlunum. Og í raun og veru, eins og fyrir 8 árum, þá hefði við í meira mæli hlegið að því bara ef einhver hefði gert nasista salútið. En í dag þá er það alvarlegt að gera það. Út af því að það eru aðri tímar, fólk er meira, bara svag fyrir því að bara fá einhver svona einfalda mynd og jafnvel einhvern svona einfaldan höfðingja sem ætlar að bjarga málunum. Og jafnvel þó mögulega hafi ekki verið fleiri sem kusu Trump núna, að þá er bara þetta að þessi milljarðamæringar séu komnir í lið með honum, það er alveg rosalegt, finnst mér. Og ég man bara það sem ég er búin að vera að hugsa
og ég bara fatt að ég þarna fyrir 10 árum eða hvað var rosalega naív vegna þess að ég hélt að þetta væru bara það miklir frjálslyndismenn að þeir myndu aldrei kaupa svona hugmyndafræði. Svo sér maður hann metakallinn, Zuckerberg, hvað sem hann segir, vera bara búin að skipta ímynd. Þú veist, ég skil þetta ekki og farin að tala kallmennsku gildi í fyrirtækinu. En auðvaldið eru alltaf gert þetta, þeir skiptu bara ímynd undir Hitler og fleira. Það er nefnilega málið, sko, þess vegna var ég naív. Þú veist, ég var algjörlega einhvern veginn. Þú trúið viðskiptar á því reynleika auðvaldsins. En það er það sem ég líka búin að vera svolítið að pæla vegna þess að það sem er svo greinilegt og þú veist, ég held alveg að þetta með að kaupa Grænland sé eitthvað sem við ættum að taka alvarlega vegna þess að það sem Trump er að gera þarna þú veist, Bandaríkin náttúrulega heimsveldi, Bandaríkin með stærsta her í heiminum og náttúrulega Ísraels-Palestínu stríði síðasta ár, ég myndi ekki bara búin að vera Trump, það er búið að sýna okkur, þú veist, við getum ekkert gert ef að Bandaríkin samþykki það ekki og það sem að þeir eru búin að gera út frá valdagreiningu það sem að Trump er að gera núna og hefur verið að gera sem Netanyahu síðasta árið að það er verið að sýna bert valdið. Þú veist, að í raun að veru að allt þetta mjúka vald sem er svo mikilvægt og væri svo yndislegt að það væri á botninum, það er ekki á botninum, heldur undir því harða valdið, ofbeldið, hver getur beitt mesta ofbeldi það sem skiptir máli. Og það er það sem Trump er að sýna með Grænland. Hann er að segja ef að ég vil það, þá get ég keypt Grænland. Og það er bara rétt hjá honum. Ef hann vill það, þá getur hann keypt Grænland. Og ég meina, Evrópa á eftir að fara í ruglið, en það er hægt. En hefur þetta ekki gerst í Evrópu að þú talar hart vald og mjúkt vald sem við getum sagt bara herinn og svona diplomatía, að hún hefur gefið eftir í Evrópu. Það öll stjórnvöld í Evrópu tala eins og herforingjar. Það talar enginn eins og diplomat. Þannig að það er alltaf hugmyndin að við ætlum að leysa Úkraínu á vígvellinum. Það er bara eiginlega engin annar valkostur. Og það er, nú Trump að nefna 5% af landsframleiðslu sem hann náttúrulega myndi bara rústa Evrópu. Já. Þú veist, Evrópu eins og við þekkjum, að þetta flytja kannski 3-4% af landsframleiðslu úr kerfum ríkisins yfir í hernað, að það myndi bara umbreyta Evrópu eins og við þekkjum hana. Algjörlega, sko. En þetta eru raddir sem hafa haft bara ágætis hljómgrunn, þetta er ekki Trump sem er að koma með þetta svona algjörlega að utan. Nei, en á sama tíma að þá eru samt kannski Evrópulöndin þau sem eru að reyna, þú veist, þau ætla að handtaka Netanyahu ef hann kemur til þeirra. Hvað heitir aftur dómstóllinn sem er búin að gefa út skipunin á Netanyahu? Já, en þú að glæpastóllinn ekki? Já. Er ekki svo? Jú, þú veist, þannig að það er allavega það er meira mæli í Evrópu verið að reyna að fara eftir alþjóðlegum reglugerðum, þú veist, eins og þú veist, við einhvern veginn náttúrulega erum einhvern veginn búin að vera að reyna að byggja upp í alla þessa áratugi og svo er bara eins og getur hrunið eins og spilaborgir þegar akkurat orðræðan fer að vera meira út frá einhvers konar hernaðarforsendum og stríðu og svo framvegis. Þannig að það er þetta sem að mér finnst eiginlega blasa við og þú veist, ég er eitthvað, mér langar alltaf að vera bjartsýn en þetta er ekki droslega bjartsýnt tal, en þú veist, málið er einhvern veginn að, þú veist, á sama tíma þá verður maður alltaf að gera sig grein fyrir og það er það sem er svo skrítið við Trump, að Bandaríkja forsetar, þeir hafi raun og veru alltaf getað þetta, en þeir hafa alltaf verið að nota mýkri tal og á undir niðri þá hefur þetta alltaf verið í gangi. Þú veist, þetta er ekkert nýtt að Bandaríkin hafi þetta vald, en Trump er að sýna það. Og í raun og veru hann líka sýna að hann hefur vilja til þess að beita því, að einhverju leyti. Að það er það sem við vitum ekki hann. Og þú veist, ég var akkurat að hugsa, út af því að þú veist, við erum að tala um lýðræðið. Þú veist, hversu, þú veist, hann er að grafa undan dreifingu valds. Þú veist, það er í raun og veru á margan hátt, þá er verið að þrengja stofnunum eins og þetta að segja. Já, neita að viðurkenna niðurstöður lýðræðiskosninga. Já, sem er mikilvægt vegna þess að sko lýðræðislegt samfélag er samofið af það sem að valddreifing er í stofnunum, í frjálsum félagasamtökum, verkefnisfélögum og skipt niður á milli fylki og sveitarstjórnum. Þótt að hann sé að tala fyrir sko lýðræði, þá er það eiginlega svona sama lýðræðið og kom Hitler til valda að þið geti kosið mig
og þegar þeir eru búin að kjósa mig að þá ákveði ég hvað Mexikoflói heitir og hvað McKinley fjall heitir og ég ákveði hvað mörg kyn. Þetta ekki beint svona lýðræði, sko. Þó þetta fari fram í kosningu. En á sama tíma samt kannski stóra spurningin. Þú veist, því ég var að hugsa akkurat með því, menn hann var kosinn núna, þú veist, og hann er ekkit ungur maður né neitt. En þú veist, mér finnst hann samt, þú veist, hann þessi Erdogan-Putin típa og maður gæti alveg spurt sig, þú veist, hvað að fara að gerast næstu 4 árin? Hann í raun og veru, ég meina, gæti hann reynt að breyta lögum meira? Eða bara svona setja það áfram, eða hvað það Þú veist, eins og þegar hann viðurkenndi ekki kosningarna með Joe Biden, ég meina hann hafði ekkert vald, en maður einhvern veginn að spá í hvort hann geti safnað að sér valdi, þannig að hann í raun og veru bara einhvern veginn ná að grafenda lýðræðinu. Ég ætlaði að spyrja þegar hann sigaði brúnstökkunum á þinghúsið. Það fékk Guðmund til þess að velta fyrir sig býtu, kannski hann fasisti, en það dugði þér ekki til þess að segja, heyrðu, maður sem að sigar brúnstökkunum á þinghúsið til þess að hindra valdaskipti. Býtu, Pontus, á hverju hann ekki fasisti? Hvað þarf hann eiginlega að gera til þess að vera fasisti í þínum huga? Það svo rosalega áhugavert moment, það sem Guðmundur er að frá, sammála bæði, þetta náttúrulega nýtt tímabil núna með þessi heimsvaldastefna, útþensustefna, það bara eitthvað nýtt, ég sammála það. En með janúar uppþótunum, það svo áhugavert að því Robert Paxton hefur farið frá því að ekki vilja nota fasiska hugtakið til og gera það og það sem gerist þá eitthvað gerist sem fær hann að minnast fasisman öðruvísi. Þessi uppþótunum þá hugsar hann tilbaka eitthvað sem hefur gerst í sögu fasismans eins og uppþótunum í Frakklandi á millistríðsárunum þar sem fasistunum voru að reyna að taka valda eða eitthvað slíkt, eitthvað svona valdatilraunir sem mistekist og bandarískir fjallsríkjumenn vilja meina að janúar uppþótunum voru bara valda tilraun og mér finnst það ekki alveg augljós hvort það var bara óeirreiðir eða hvort það var valda tilraun eða einhvers konar blanda. Mér finnst það lítur ekkert út fyrir að vera skipulagt valda tilraun en fólk getur verið ósaman á mér það. En það sem áhugavert með Robert Paxton að hann sagnfræðingur, hann horfir á fasisman sem eitthvað sem fólk gerir, einhver anatómía, hann hugsaði þannig. Og meðan öðrum sagnfræðingar eða fræðimenn vilja kannski meina að fasisman ekki bara það sem einhver gerir heldur, það líka hugmyndafræði, það líka einhver hugmyndir bak við þetta. En með að bara horfa á einhver anatómía, eitthvað sem fólk gerir, hvort það útþensustefna, heimsvaldastefna, frávísanir, eitthvað svona, þá gleymum maður svolítið svona stærra hugmyndin hvað hugmyndafræði fasisma stendur fyrir og það tilneyingu til að missa sér í minningar að þú veist að fasisma verður eitthvað sem man minnist fasisman, það verður svona collective memory, svona sameiginlega minningar hvað fasisman og það er svolítið það sem hann einbeitir sér á frekar en að vera kannski greina það sem að gerast en það líka tvíþætt þú veist, eitt að vera kalla Trump-fasisma, það getur verið einhvers konar pólitísk tilgangur fyrir því en svo annað þegar þú ert að spyrja fræðifólk hvort hann fasiska eða ekki, við viljum oft vera að reyna að gera einhver greining útifrá bara fræðin, þú veist. Já, hvernig það var. En mætti maður ekki að segja svona, allar hugmyndastefnur, það svona endurfæðast inn í okkar samtíma. Það eru aldrei nákvæmlega eins og voru fyrir 70 árum eða 100 árum eða eitthvað fleira. Þannig að okkur vilt ekki gefa því svigrúm að Trump, Meloni og fleira eru bara andlitins nýja uppgangur fasismans í heiminum. Þeir kallast ekki sjálfur fasistar bara byrja þar, við skulum byrja það þeir kallast ekki sjálfur fasistar Við þekkjum, það var nýfrjálshyggja hérna enginn þeirra gekkst við því, sko Nei, það er rétt Enginn, þeir voru alltaf að segja býtu við nýfrjálshyggja, hvað er það? Það bara vinstrafólk sem talar nýfrjálshyggja Já, en vinstrafólk talar sem ekki verið hegemonía og fólk miskilur þetta og heldur að þetta er stjórnmálastefna En ég myndi nú segja að flestir myndi vera, þú veist, þeir tala meira frjáls verslun eitthvað svona. Opin markaðshagkerfi. En nei, Trump ekki fasista, hann kemur frá íhaldsstefna, en ástæðan fyrir að við köllum hann fasista að því að hann að gera hluti sem utan við normið. Og það sem utan við normið, það fær okkur að hugsa tilbaka til söguna. Hvað gerist í söguna? Hvað gerist í fortíðina? Þegar eitthvað slæmt, já, fasisma.
og þá tengum við gjörðir hans við minningar sem við erum búin að alast upp við. Við alast upp við minningar fortíðina og við tengum gjörðir hans í nútímanum við þessi minningar. Þess vegna viljum við kalla hana fasista. Og stjórnmálahreyfingar gera þetta mjög skilvirkt líka til að mobilisera einhver stjórnmálahreyfing að móti eitthvað. Að við veljum að kalla opponent, the enemy, við veljum að kalla hann fascist eða nazisti, þá getum við mobilisera okkur. En það sem mér finnst mikilvægt að, þú veist, það ekki þannig og hvert einasta skipti sem republikana kemst til valda, þá breytist Bandaríkin til fasistaríki. Það ekki alveg þannig. Það einhvers konar eins og Nanna Lín var að tala þetta undir alltaf þessi Bandaríkin heimsveldi og við þurfum það sem mér finnst mikilvægt núna í okkar dagar bara að hugsa það, þessi spenningar sem á stigmagnans núna milli þessi stór ríki, Bandaríkin, Rússlandi og Kína og það það sem svo rosalega hættulegt, þessi spenningar núna sem byggast upp, það sem við viljum ekki viðurkenna alþjóðamálastofnanir eða þau vilja ekki viðurkenna alþjóðamálastofnanir og það það sem svo hættulegt það getur í rauninni bara hvað kemur út úr því bara getur verið stór hættulegt með stríð áskonar. Sko, ég held að sé tvennt í þessu sko, að fyrsta lagi þá ég alveg sammála pakstunni því að ég held að það ekkert endilega gagnleg umræði að vera deilum það fasist ekki fasti sko. Fasismin, ég held að sé best að nota þetta hugtak sem hugtak fyrir ákveðna sögulegt ástand og sögulega hreyfingar á ákveðnum tíma. Segir þið sakfræðingar? Já, segir sakfræðingarinn. Ég held að sé bara einfaldlega sem sagt bara henduast, annars við förum að rífast einhver orð. Hins vegar vil ég segja að við getum líka látið söguna kenna okkur ýmislegt og það þetta ýmislegt í uppgangi fasismans í Evrópu sem að við getum lært af. Og ég held að sé ýmislegt í því sem við sjáum núna einmitt vegna þess að undiraldan þessi. Þetta ekki bara í Bandaríkjunum, þetta líka í Evrópu, eru svona flokkar sem að ganga út á, þeir eru svona frjálslindir, þeir sem sagt eru að reyna að kveða niður svona ákveðnar hreyfingar sem hafa miðað að því að svona reyna að draga úr kúgun á ákveðnum hópum, hvort sem það kynþáttakúgun eða kynjakúgun. Samfélagið gengi og langt í að rétta hlut þeirra sem að stóðu höllufæti. Já, það er sagt þannig að með því að reyna að leiðrétta það til þeim stöðu svartra í Bandaríkjunum, að þá séum að skapa og einhvern nátt óþarfa og hættulega sektarkennd hjá hvítum í Bandaríkjunum. Og ég meina þetta auðvitað bara þetta í sjálfum sér sko, getur verið forleikur að einhverju, við vitum ekki af hverju og ég held að það er full ástæða til þess að taka slíkt alvarlega. Ég alveg sammála því sem Nanna Lín segir að það er svo oft sagt úr Trump, við erum ekki að taka bókstaflega, við verum alltaf að taka hann alvarlega, því að þetta forseti Bandaríkjanna og það sem hann segir skiptir máli, þó að kaupa Grænland sé eitthvað sem að hljómar sem galin hugmynd, að þá þetta samt sem áður hugmynd og ef að valdamesti maður heims segir það, að þá það auðvitað eitthvað sem að okkur á ekki standa saman. En ég held að þetta sé sem það sem að gerast núna það að það annars vegar komin svona ákveðin afturhvarf og andstaða við þessar frjálslindis byltingar sem að urðu bæði í kynjabaráttu og í rendabaráttu fólks, alls konar fólks sem að minnihluta hópa í samfélaginu og hins vegar svona ákveðin raunlega vantrú á lýðræðinu sem slíku. Við getum litið Ungverjaland sem dæmi. Orbán kosin. Hann kosningar tryggja ekki lýðræði. Og það eitthvað sem við þurfum átt að sjá. Og það verður núna, ég held að mjög áhugavert að fylgjast með þessu núna, ég held að Trump greinilega láta reyna á dómstólakerfið. Hann sem sagt gefur út núna tilskipun sem augljóslega stríðir, augum allra, stríður augljóslega gegn stjórnarskránni, 14. viðbót stjórnarskrárinnar, sem sagt það að rétt þeirra sem fæst í Bandaríkjunum til þess að fá ríkisborgararétt og hann gefur nú búin annum þetta. Börn sem sagt innflytjenda sem ekki eru með lögmætum hætti eða eru ekki ríkisborgarar og eiga sem sagt ekki ríkisborgarar sem foreldri, að þau
fá ekki ríkisborgararétt og þau missa hann ef þau hafa haft hann. Það stendur í 14. greininni að börn sem að fæðast eiga foreldrar að fæðast í Bandaríkjunum, eiga foreldrar sem undir bandarískum lögum, að þau verða hérna ríkisborgarar. Og það er undantekningin alltaf verið svo að þetta á ekki við börn diplomata. Það er eina sem að því diplomatar ekki undir bandarísku lögum, heldur lögum sinna landa. Trump túlkar þetta þannig að þeir sem honum standa, þeir sem eru ekki löglega inn í landinu, þeir eru greinlega ekki undir bandarísku lögum. Sem myndi þá þýða ef innflytjandi myrðir einhvern, undir hverja lögum er hann þá. Það er ekki gott að segja, sko. En hvað segir Hæstiréttur? Það held ég held að Trump veit alveg að þetta fer upp til Hæstiréttar. Hann langar að segja, þetta er svona, reynum með það, reynum hvað gerist. Eru þessi 6 sem að, dómarar sem að sitja þarna sem að eru skiparar republikunum, eru þeir nógu miklu taglnýtingar Trumps til þess að hann var ekki betið til þess. Það eftir að koma í ljós. Það eru 3 sem eru það alveg öruglega og það er ekki endilega þeir sem Trump skipaði. Það eru 2 sem eru eldri, Alito og Thomas. Og síðan er Gorsuch er líka sem skipar Trump. Þessi 3 eiginlega, Trump segir þú ert asni og þá bara segir já, sko, allt sem Trump segir, það er rétt. Og það er samt ekki allt hversu gali sem það virðist vera. En síðan eru hinir 3 republikana, þeir eru ekki alveg leiðitamir. Þannig þetta verður áhugavert, sko. Ef þetta verður samþykkt, þá held ég að bandarískt lýðræði sé hætt. Þá held ég að sé verulegri hætt. Sammála. Því þá er stjórnarskráin í hætt. Já. En eitt í þessu er að Trump kemst til valda meðal annars út af vantrausti almennings á lýðræðiskerfið eins og það hefur þroskast og þróast og margt í gagnrýni vista hægrisins elitu stjórnmál og að stjórnmálastéttin sé að þjóna einhverju allt öðru heldur en fólkinu. Ég meina það geta í lápilega allir tekið undir það og það er bara hægt að sýna fram á það. Við getum sýnt fram á þetta á Íslandi að það sem að rennur í gennum þingið er meira og minna óskalisti frá viðskiptaráði og samtökum atvinnulífsins en það sem eru svona réttarbætur fyrir almennings bara kemst varlega í gegn, sko. Og það er ástandið þannig eiginlega bara víðast í okkar heimsluta þannig að hann mætir og það er það sem hann er að tala fyrir auknu lýðræði að fólk fái að hafa meiri völd. Myndu þið segja að það sé eitthvað af því sem að Trump gerir sem er jákvætt að þessu leyti að það sé auka völd almennings á móti þeim sem að valda stéttunum. En er ekki eitt af því fyrsta sem hann gerði að lækka skatta á ríkt fólk? Það er það sem hann telur sem verandi hægri maður. Hann telur það að vera það besta sem hægt er að gera til þess að auka almenna velsæld. Hann er ekki sósíalisti, það er ekki til umræðu hér. Það er akkurat hvað maður heldur þetta, trickle down, hagfræðina, sem að ég veit það ekki, það er, hvað gerði hann á fyrra tímabilinu sínu? Var það eitthvað sem var gott fyrir fátækara fólk í Bandaríkjunum? Já, það er, ef við tökum til dæmis mynda fasetakveðju Musk, þar sem að hann slær svona hjartað og slær hendinu út á móti hörðustu stuðningsmönnum Trump. Og þetta er svona tákmynd þess að við erum fólkið, við getum túlka vilja þjóðarinnar á meðan að við höfum setið inn í samfélagi þar sem er eitthvað annað lið sem hefur náð völdum og hefur farið með þessa þjóð allt annað en það sem að við vildum ná. Þannig að það er einn svona menningarlega endurfæðing bandarísku þjóðarinnar. Nú er blómstrandi tími framundan, hvernig þeir orðu þetta bæði Trump og Musk. Þetta er þeirra hugmynd að þeir séu að færa völd ríkisvaldsins til fólksins og ætla að stýra núna í takt við það sem fólk vill. Fólk vill ekki hafa fleiri en 2 kyn og fólk vill hitt og þetta og þeir ætla að gera það í nafni þess og verandi, ég myndi segja fasistar, að þá hafa þeir náttúrulega trú það að þjóðin geti talað í gegnum þá. Að þeir þurfi ekkert á svona lýðræðislegri uppbyggingu samfélagsins að halda vegna að þeir eru beintengdir þjóðinni og vita nákvæmlega hvað maður vill, þess vegna get ég bara afgreitt þetta allt með tilskipunum. Já, þetta er alveg mjög áverkt hjá þér og
Það sem ég myndi segja að þó að ég myndi ekki kalla Trump fasisti, það eru ennþá til fasiska hreyfingar. Þetta ekki bara sögulegt hugtak sem búin að deyja, það til fasiska hreyfingar í heiminum og fasiska hreyfingar þrífst á Trump og stjórnmála umhverfið sem hann býr til og það alveg klálega fasiska hreyfingar sem eru partur af þetta sko og við höfum séð það bæði núna og síðastu kjörtímabili þegar eitthvað svona gerist eins og Elon Trump þá kemur fullt af fasiskar og bara fasistar og nazistar og finnst þetta æðislegt og takna einhvers konar ný breyting og ég held ég mjög erfitt og benda eitthvað jákvægt með Trump bara almennt en það sem ég geti sagt að það sem demokrata má taka til sig sem lærdómur að hann hefur búin að byggja upp fjöldahreyfing og það kannski það sem fólk þess vegna sem fólk á erfitt að kalla honum íhaldsmaður líka því hann í rauninni bara að mobilisera fjölda fólks fyrir sin einn stjórnmálahreyfing og hann búin að gera þetta rosalega vel fyrir sig og hann viðurkennir þetta sjálfur þegar hann var að þakka inauguration speech eða þessi ræðu sem var að halda fyrir það var hann að segja það, þú veist, við erum búin að byggja upp þessi fjöldahreyfing, stærsta fjöldahreyfing í Bandaríkin og hann hefur náð að gera þetta og það það sem demokratar hefur bara mistekist með aftur myndi ég segja að bara ná og heiða til fjöldans einhvers konar politísk bóðskapur sem fólki finnst gott eða bara tala til venjulegt fólks. Ég held sko að styrkleiki Trumps að mörgleiti veikleiki hans líka að hann sem Trump hefur eins og þú segir náða byggja upp fjöldahreyfingu hún algjörlega háð honum af því að hann hefur í sjálfsögur enga hugmyndafræði sko, sem einhvern veginn samhangandi hugmyndafræði sem einhvern veginn annar getur svo bara gengið inn í og tekið. Hún tengist í að þessi maður hefur greinilega alveg gríðalegt persónulegt aðdráttarafl sem byggist á sjónvarpi, byggist á svona, hann eins og bandarisk svona fjölbræðaglímu kall, hann var sem sagt stýrði sjónvarpsþáttum sem að geng út af það að menn fannst hann vera svo agalega sniður og klár, hann var að búa til einhvern viðskiptamódel og svo var hann að ráða fólk að reka. Þetta var allt saman bara sko, eftir ákveðnum handriti, sko. Það var ekkert í þessu sem var einhvern veginn sem að hann gerði, hann bara settist niður með handrit og gerði það þannig að menn trúðan. Og ekki þessu business líklega til í dag, þetta var bara leikið. Já, þetta var bara allt sem að leikið. Og þetta var eiginlega eina sem hann hefur raunlega grætt á. Hann hefur semst að ofboðslega góða mikla hæfileiki því að búa til svona ímynd af sjálfum sér. Það sem að ég segi líka oft Trump, að Trump spyr oft mjög mikilvægra spurningar og það eru ákveðin sem sagt þessi nýfrjálshyggja, þetta kerfi sem byggt upp sem sagt eftir að svona þetta hérna Roosevelt New Deal kerfi byrjar að hrynja þannig í lok 7. á 8. áratugnum sem að Reagan og Thatcher svona ganga fyrir að það kerfi komið alveg út í öfgar, að það misskiptingar að aukast og það sem sagt, og þessi svona globalisering í framleiðslu hefur gert að verkum og það heilu héruðin sem orðin bara, allt er í rúst og Trump talar inn í þá óvanegu sem þetta fyrir skapað og það má hann eiga. En hins vegar segir líka leið hann spyrir ofta tíður réttar spurninga, þá svörinars alltaf kolvitlaus. Hann hefur engin svör við þessu. Hann segir bara, ég ætla að gera þetta, en svo gera hann ekki neitt og þetta var mjög tákgrænt fannst mér þessi innsetningarhátíð núna, þar sem að Musk, þetta lið sem svo últraríkt, sem hefur orðið últraríkt á grunni þessara stefnu sem Trump segir hann sig á móti. Á nýfrjálshyggju, fólki sem aukast í nýfrjálshyggju alltaf að verja auðsinn með fasisma. Og þeir fá að sitja inn í hlíjunni sko, að meðan að liði sem kom allstar að Bandaríkjunum frá þessum svæðum skrapaði saman peninga til að komast í rútu til Washington til þess að sjá goðið sitt, þurfti að húka í kuldanum og sá hann alls ekki neitt. Vegna þess þetta heimilið Trumps heimilið og það sem hans pólitík gengur út á að gera hérna ultraríku og ennþá ríkari, fátakar á að lepja döðan og skél en þegar dyrka hann. Ég samt svolítið að pæla eins og með Trump sko, út af því að eins og segir
það er ekki alltaf skýrt hvaða hugmyndir hann sjálfur hefur, en ég held samt að þessi fjöldahreyfing sem við erum að tala hérna sé rosalega mikið byggð á líka þessari svona ný íhaldsstefnu í Bandaríkjunum og þessari svona sem er líka koma rosalega sterkt fram núna og það til dæmis og það greinilega mjög mikið af milljarðamæringum sem að agitera fyrir þessu, það þetta þarna skjal 2025 eða hvað sem að hét, munið hvað þetta hét þarna sem að bara í raun og veru, þú veist, þetta bara þetta bara feðraveldi, þetta bara svona kristið feðraveldi og það akkurat verið að tala það einhver milljarðamaður í Texas, ég man ekki nafn á honum, sem að bara að tala að búa til kristið theokrasi, bara svona kristið veldi í Texas og þú veist, og þetta byggist allt bara á undirskipum kvenna og og þessir milljarðamæringar eru náttúrulega að nýta sér Trump svolítið og Trump að nýta sér það að það þessi svona kristna íhaldsstefna, hún hefur alltaf verið sterk í Bandaríkjunum og hún að koma rosalega sterkt fram núna eins og sést bara á tradwives, traditional wives hreyfingunni á samfélagsmiðlunum og þú veist og þá líka akkurat þessi óánægja við einhvern veginn að við erum öll búin að vera að borða McDonald's og ógeðslegan mat og við höfum búin að vinna allt og mikið og bara fólk vil einhvern veginn fara back to the basic og þá allt í einu þetta basic orðið hefðbundin kynjahlutverk og þessi, þú veist, hann að tala við þennan hóp fólks í Bandaríkjunum og jafnvel og þessi hópur fólks í Bandaríkjunum þau líka, eða þú veist maður þarf líka að taka inn í myndina að við erum náttúrulega að tala rosalega mikið neysluhyggjusamfélag og rosalega kapitalist samfélag og fólk hefur kannski ekkert rosalega mikla meðvitund að besta leiðin til þess að kjör þeirra veri betri eru samfélagsleg. Þú veist, þau bara að hugsa aðeins minni skatta. Þau ekki eins og hugsa góða skóla. Þessi hreyfing farin að agitera fyrir því að skóla börnin sín heima hjá sér. Þannig að þú veist, við erum að tala einhvern veginn svona hreyfingu sem að að fara í einhver ótrúlega hugmyndum íhaldshlutverk á sama tíma það rosalega neysluhyggja í henni og í raun og veru svona lítil meðvendund hvernig svona samfélag hvernig væri hægt að einhvern veginn gera aðeins betur samfélagslega vitund já, akkurat, þú veist, þannig að þetta í raun og veru og þú veist, þetta það sem að gera það verkum eins og þú veist að segja, því að demokratar ekki búin að ná heldur að tala til þess að fólks þess vegna næran, þótt að hann sé ekki með skýrar hugmyndir sjálfur, þá næran algjörlega inn í þessa hvað þessi ný íhaldsstefna sterk í dag í Bandaríkjunum. Og það keyrt áfram af auðkýfingum sem eru náttúrulega að reka áróðu fyrir því að það sé ekki gott fyrir samfélagið að lyfta upp hinum veika og þjáða og fátæka því að það muni eyðileggja samfélagið. Og þetta byrjaði að talandi svona uppgang fasismans á síðustu öld að Rockefeller fjármagnaði meira og minna allar þessar kenningar mannkynbætur og eitthvað fleira sem að leitu til þess að við á svona okkar heimsluta vorum að sitja eins og fávita upp á hæli og geðsjúka og glæpamenn og fátækka og drykkjumenn á okkur hæli til þess að hreinsa samfélagið sem náttúrulega stefna sem á endaði með útrýmingabúðum nasista, það var þetta sama hugmyndafræðin sem lá að baki, þannig að sömuleyti eru staða auðkýfingana núna í pólitísku svona spektrumi, ekkert svo ólíkt því sem að var bara 1920 að 30 Og þetta eiginlega náttúra auðkýfingarna að reka svona pólitík því að þeir verða að upplifa það að þeir séu svona ríkir fyrir eigin verðleika og henni fátæku það eiginlega best fyrir framtíð samfélagsins að við útrýmum þeim, rekaðum landi eða eyðum hættum að rétta við hlutina því þannig veikjum við þjóðar líkamann. Mér finnst svona margt í umræðin núna orðið eiginlega bara Já, þeir eru algjörlega agitera fyrir þessu og bara við verðum náttúrulega bara, þú veist, og þetta eru náttúrulega fólki sem hefur allan pening til þess að búa til think tanks eða einhver lobbyisma, en þú veist, ég ætla samt að reyna að vera bjartsýn vegna þess að þú veist, ég held samt ástæðan fyrir þetta að gera í dag líka vegna þess að þetta eins og þú segir, þetta bakslag við því að það eru búin að vera rosalega sterkar
róttækar og frjálslindar hreyfingar í Black Lives Matter og Me Too og öllu þessu og það sem að þessar hreyfingar voru náttúrulega að gera var að þær voru að breyta valda dreifingu á milli einstaklinga, það ekki lengur hvíti kallinn sem hefur jafn mikið vald, brúnt og svart fólk og konur hafa verið að taka valdið af hvítum köllum, bókstaflega og þetta bakslag þeirra. Þetta algjörlega það. En ég held samt að það hafi verið fyrir eitthvað mikill grunnur lagður í þessum hreyfingum á síðasta áratögnum. Ég að reyna, þar kemur bjartsýnin mín inn, sko. Að mörguleiti var líka svona frjálslindi sem að gekk yfir Vesturlönd á 3. áratögnum. Akkurat, þetta það bakslag endaði náttúrulega bara í hörmungum, sko. Já, sko, ég held að raunverulega það sem að haldum áfram með bjartsýnina sem að Nanna Hlín kemur með hérna, sko, þá vissulega skapar Trump fjöldarhreyfingu en það ekki sko helmingur af Bandaríkjamönnum sem tilheyra fjöldarhreyfinguna sko. Það kannski 20% eitthvað svoleiðis sem að ástæðan fyrir að vann að fólk vildi sem sagt var á móti því að það var mikil verðbólga og vildi koma ekki eins marga innflytjendur eins og hafa verið að koma inn. Og hérna sko það sem að Trump að tala núna að vinna verðbólgunni flest af því kemur til með aukana. Þannig að ég svona grunum að það svona aðeins fari nú að svona slá á glansin á Trump svona þegar fari að líða á kjörtímabilið og þannig að ef það verður kosningar eftir 4 ár sem við skulum vona að ferði, við skulum vona að hann geti ekki að vera aftur í framboði því hann vegna hérna... Guðmundur, þú hefur aldrei sagt þessa setningu. Það aldrei í lífinu fyrir núna. Nei, ég veit það. Það sem efast að vera kosið eftir 4 ár. Þess vegna segi ég að við verðum að leið og ég sem sagt tel ekkit endilega mjög gagnlegt að vera að deilum það hvort hann fast ekki, að þá eigum við líka að horfa til þess að þú sagðir akkurat áðan þessar fasku hreyfingar í Evrópu á 4. áratögnum sem komið í kjölfar frjálslyndis á 3. áratögnum. En það ekki einhvern veginn gegnum kosningar. Það voru bara úrlengar kosningar og þannig heldur við völdum. Og hérna það þetta og það líka eins og þetta það verið að líka fikta við sko hægrimenn í Bandaríkjunum hafa talað það að Bandaríkin sé ekki lýðræðisríki, Bandaríkin eru repúblik, lýðveldi og þeir sjá það ekki endilega sama hlutin sko. Í lýðveldinu verður það sem að þeir eiga að kjósa sem að eiga að kjósa og við reynum að gera allt sem við getum til að reyna að halda hinum frá og það við reyna að búa til alls konar kosningar til þess að kosningalög og halda kosningar þannig að búa til kjördæmi þannig að það eru ekki þetta í forstakosningum til þess að gera það verkum að það séu þeir sem að þeir telja að eigi að stjórna þessu lýðveldi að þeir fái að kjósa sína fulltrúa frekar heldur en að lýðræðið kjósi einhvern lýðin inn á þing. Þannig að þetta eins og segi, þetta eru áhugaverðir en mjög ógnvekjandi tímar. Við hljótum að taka þetta alvarlega það sem að gerast og það eru árásir sem að Trump að undirbúa núna á lýðræðið. Árásir sem á að gerast í gegnum það að lögsækja fólk sem að honum andstætt. Taka hreinsa upp milljónir manna og senda á landi, hvert á að senda ekki alveg ljóst. Berja á transfólki. Þetta ekki glæsleg framtíð en hann var kjörinn og við skulum vona þá að eftir 2 ára þá missi repúblikanflokkurinn þess vegna hann setur svona hratt á stað því hann reiknar með því að hann hafi kannski ekki nema 2 ár til þess að koma sér gegn alveg svo Biden hafði 2 ár og hann ætlar að reyna að gera sem mest á þessum 2 árum til þess að koma sínum málum í gegn. Ég hef svona ákveðna vonum það að þetta verði ekki jafn vinsælt þegar menn sjá hvað hann alltaf ekki, þá hann sé búin að segja þetta allt saman, menn hafa trúa því að afleiðingarnar verði það sem hann segir með að reka út allir útlendinga þá bara verðbólgan farin, þá verður Bandaríkin alltaf glæsilega aftur og allt það. Ég hræddur að Bandaríkin verði það ekki og þá kannski snýst einhverjum hugur. Hérna að ég byrjaði á að nefna hann að rit sem að þið skrifuð í 2017 þegar hann tók við fyrst þá ég að velta fyrir mig sko hvort að síðan þá hafi ekki verið svona vanmetið áhrif af kjöri Trump 2016 á stjórnmál í Evrópu
og þeir munið eftir Steve Bannon sem að sumuleyti með svona skýrari pólitík heldur en Trump og vill bara brjóta niður öll svona grunnkerfi samfélagsins í vonum að fæðist eitthvað nýtt samfélag. Hann fór til Evrópu og var svona með einhverja hugmyndur að búa til eitthvað svona bandalag bæði innan Evrópu og svo bara var hann Amerikani og Evrópumenn hafði ekkert sérstaklega mikið áhuga á honum. En að sumuleyti hefur það gengið eftir það sem hann vonaðist til að ég býst við því að þið hafið 2017 ekki séð fyrir ykkur alveg þá svona hægri sveiflu sem hefur verið í Evrópu alveg síðan þá. Og ég velti fyrir mig hvort að við höfum vanmetið áhrif að því að við búum eiginlega ennþá innan sko hins ameríska tíma einhvern veginn. Þannig að það sem að gerist í Ameríku hefur gríðarleg áhrif. Að hvort að við höfum vanmetið hérna áhrif Trump bara á hugmyndaheim okkar og pólitík og svo þegar hann kosin í annað sinn sko hvort að við höfum kannski að búast við bara eiginlega enn frekari áhrifum á stjórnmál. Já, algjörlega. Þetta bara tímabil og það þarf að svara honum. Þessi uppgang öfgaherrisins og þessi nýhjaldstefna náttúrulega taktmál að vinstri sinns í krísu, þú veist, að það næri ekki svara fyrir sér og þegar hann að tala þessi útþenslustefna, ég hlæra því mér finnst það svo fáránlegt, en þetta náttúrulega graf alvarlegt, þá þarf náttúrulega að fólk segja að þetta bara imperialisma, þetta bara heimsvaldastefna sem við viljum ekki fá aftur í okkar tíma. Og líka þegar það kemur á Evrópu þá þarf vinstri sinns virkilega bara fara að hugsa sín gang af hverju þeir tapa svona rosalega mikið fylgi og þú veist þegar Kamala Harris var í frambúði núna í staðan fyrir að bara svara fyrir sig og verja þú veist verja fólk sem ekki með vegabréf og eitthvað svona í Bandaríkin allir þessi verkjalýður sem heldur bandaríski efnahagskerfi uppi í staðan fyrir að verja þeim þá hún að viðurkenna þessi tungumál sem Trump segir og í staðan fyrir að verja transfólk þá hún að viðurkenna þessi tungumál sem Trump stendur fyrir og reyna að gagnrýna transfólk með því að benda á einhver aðgerðir sem voru gert innan fangelsikerfisins og eitthvað svona algjörlega fáránlegt að leyfa þessi umræði að stjórnast svona af hærinu en það það sem við sjáum fyrir okkur núna og vinstri þarf að standa fyrir sínu og koma með einhvers konar annan hugsjón. Þetta er vinstri í mjög breiðu skilgreiningu. Já, ég kannski svolítið, ég náttúrulega svolítið róttæklingur sjálfur, en ég myndi vilja tala til bara breið hluta fólks sko. Já, sem ætti að bregðast við með einhverjum hætti, en síðan líka kannski róttækara vinstri þarf líka að hugsa. Já. Og það er kannski það sem við getum sagt eitthvað þó að Trump ekki fasisti þá getum við kannski lært af söguna eins og Guðmundur segir á einhverju leyti hvernig andfasiska hreyfingar hefur náð að sameina fjölda fólks frá mismunandi politískum áttum í að verja lýðræðið og verja minnihlutahópar og svona. Kannski getum við tekið einhver lærdómur þaðan. Ég myndi að halda það. Og reyna að greina fyrirbæri eins og það að því ef við endum alltaf með að kalla þessi fyrirbæri fasíski, þá hættir fólk lusta okkur, held ég. Ef við heldum áfram að öskra úlfur og þá bara hættir fólk lusta okkur, en við skulum benda á það sem er virkilega hættulegt fyrir lýðræðið. Það er náttúrulega svona neo-monarchist hreyfingar innan Trumps fjölda og það er til fasíska hreyfingar innan Trumps fjölda og þeir vilja afnema term limit sem þau þurfu virkilega, það þarf náttúrulega að breyta stjórnarskráin til að gera það. Hvað séu afnema? Term limits. Hvað er term limits á íslensku? Já, veit ekki hvort sem á íslensku. En þau vilja alltaf að Trump fái bjóð sig fram aftur og aftur, en til að gera þess, þá þarf náttúrulega að koma ný kosning fyrir það og þá voni ég innilega að vinstri sinns í Bandaríkinu er búin að taka einhver lærdómur yfir þessi gjörsamlega bara fiasko sem Biden og Kamala Harris var að því þetta er svo augljóst að þú veist að
það var bara hræðilegt hvernig þú veist, það stóð sér svo illa. En svo fyrir að Biden að kveðja, þá fer hann að vara þjóðina við ólíkarkismannum og bara eitthvað sem við getum kallað bara alræði auðvaldsins við að taka yfir. Þetta var náttúrulega, hann var búin að sitja hann í 4 ár og hefði náttúrulega getað brugðist við með einhverjum hætti en gerði það ekki. Já. Í þessari ræðu. Sem mjög veist áhugavert, þar sem hann var að greina innanríkismálin og sem mjög veist þá eftir að taka mark á. Þótt að það verið þetta gagnrýna margt sem hann að segja eða aðgerðarleysi hans að þá þegar þetta orðið þannig að fráfarandi forseti Bandaríkjanna að vara við bara yfirtöku auðræðisins á öllu batteríinu að við sem að koma í ólíkarkisma bara það náttúrulega, það eru ansi marga bjöllu byrjar að ringja, við verðum að gera eitthvað við ætlum ekki bara að missa samfélagið. Já, hann var að enduróma hann Eisenhower sem að við höfum oft verið vitnað í og enginn efast að hann hafi sagt satt Eisenhower þegar hann varaði við þessu. Nei, með þetta með Evrópu og Trump Já, hvað þetta sé tsunami sem ekki ennþá komið að landi í Evrópu? En eins og ég segi, í þessari grein sem ég skrifaði 2017 þá svona var ég nú skrifaði Trump sem að raunilega frekar sem eins konar ánga af þessar hreyfingu sem var í Evrópu eða þessu svona svipaði straumar að því hreyfingin í Evrópu auðvitað ekki ný, hún er búin að vera síðan síðustu aldar, Le Pen í Fraklandi og fleiri og Orbán auðvitað komin að fullt áður en að Trump kemst til valda en hins vegar hefur þeir nærast okkur öðrum að þeir hafa sótt mikið til Orbán og Orbán það ekkert lýðræði lengur í Ungverjalandi og að þó að Orbán sé kosinn að þá einfaldlega búið að búa til kerfið þannig að bæði með einokun fjölmiðla með skipulagning kosninga og annað slíkt að hann vinnur allt. Og þetta með sem sagt hvort að Trump getur, það er líka eitt svona luxus í þessu öllu saman er það að Trump verður 82 ára þegar að þessu kjörtímabili hans líkur. Þannig að þó svo að þeir myndu geta afnumið sem að það gæti verið eitt af því sem að þeir myndu kannski reyna á með Hæstarétt er það gildir þetta það þessi 2 kjörtímabili ef þau eru ekki samlíkjandi er ekki bara það að mátt ekki sitja 2 kjörtímabili í röð ef eitt sem milli það ekki í lagi en ég mennum strax farnir að sjá á svona ákveðin hrörnumerki á Trump þannig að það getur vel verið að fara fyrir honum eins og Biden greinu í Hvíta húsinu að svona þegar að hann verið ekki kannski endilega til sýnist þegar að fyrir að líða á kjörtímabilið og það hefur komið ljós en alveg örugglega 82 ára Trump er ekki svo sami eins og hann var þegar hann fór niður rúllustegan 2015 og gullna rúllustegan í New York. Það verður ekki alveg svona sama svona hvað maður segja skrefin verður ekki jafn svona eins og þannig að ég held að Trump þetta er svanasöngur hans en spurningin er bara hvað gerist svo og það held ég og það er ég alveg sammála þegar við tala bara alla svona stjórnar andstöðu hvort sem við köllum hana vinstri eða hvað við köllum hana í Bandaríkjunum verður að snúast það að reyna komið vekk fyrir það að Trump sem sagt að það kom einhver nýr mini-Trump sem að svona heldur þessu tekur í kyndlinum og heldur svo áfram. Nei, akkurat. Ég var einmitt í mann eftir, ég var að spyrja vinkonu mína sem býr í Kaliforníu hvort að Kalifornía myndi ekki, út af því að var einhver að tala að, ég meina það gæti bara orðið borgarstríð í Bandaríkjunum, út af því að við erum náttúrulega líka að tala það eru líka rosalega ólíkar fylkingar, það er ólíkt eins og í öllum löndum, en sérstaklega í Bandaríkjunum. En hún var samt sem áður á því að Bandaríkin væru samt ekki þannig land að það myndi, hvert fylki myndi lýsa yfir sjálfstæði og sérstaklega ekki Kalifornía sem séð sem svona frekar mikið forréttinda ríki á meðal þeirra. Þannig að en svona í raun og veru sem svona, það er þetta sem manni finnst samt einhvern veginn svo skrítið hvernig þetta land hangir saman einhvern veginn. En umgengni okkar við Bandaríkin undir Trump. Ég tók eftir því að þegar hann tók við að þá komu íslensk ráðamenn, forsætisráðherra og fleiri sem voru að segja að Bandaríkin eru vinaþjóð og þykkanist við þetta alls saman. Þrátt fyrir að svo sem var að taka við hafði til dæmis gert bara kröfum að taka yfir Grænland sem er nú bara næst í bær.
Þannig ég hugsaði að því þú varst að biðja svona hvernig við erum að kannski hugsa hvernig við hegðum okkur sko. Er það endilega þannig að þó svo að við lifum á bandarískri öld, áhrifasvæði Bandaríkjanna eins og þeir skilgreina okkur, þeir munu bara taka Ísland til þessi þurfa á því að halda. Eigum við alltaf að hegða okkur þannig eins og að beygja okkur gagnvart Bandaríkjunum eða höfum við eitthvað rödd til þess að segja í einhverju svona kveðjum til forsetans að hafna landvinninga hugmyndum hans, alveg svo við myndum líklega hafna landvinninga hugmyndum Pútins að taka Úkraínu út frá einhverjum sínum eigin skilgreiningu og öryggishagsmunum, þannig að alla þetta sjá mikið mun á þessu nema Pútin hefur látið af þessu verða og eftir að koma í ljós hvort að Trump gera það, en ættum við ekki að bara mótmæla þessu bara þegar þetta leiður þetta orðað, akkur erum við að bíða og sjá til eitthvað. Jú, ég sé sko, og þetta eitthvað sem maður vita ekki sko, menn það var svona mikil svona tension og milli NATO og Trump á sínu tíma og en eins og ég segi, sko, það er svona ýmislegt bendið til þess að hann hafi bara engan áhuga á Evrópu, að hann allir bara, Evrópa bara má eiga sig, það getur skipta sig að henni. Og ef að það gerist þá auðvitað verður svona þá verður þessi vinabönd ekki lengur til. Þessi vinabönd hafa myndast vegna þess að við höfum lifað undir þessari svona Pax Americana hér í Vestur-Evrópu. Við höfum ákveðið að gefa upp þannig hluta okkar fullveldis og afhent Bandaríkjamönnum það og þið sjáum þetta að verja okkur gegn einhverjum kannski hugsanlegum árásum, þó svo að reynda með núna að tala um það hvernig þetta fara NATO þjóður ekki að ráðast okkur í aðra sko, en ég meina þorskastríðan kannski dæmi það hún er kannski alveg tryggt alltaf en samt sem áður þá er þetta dýllinn sko að jú þið getur komið þegar viljið en þá er því að verja okkur en ef að Trump virkilega grefur undan þá þessu NATO-samstarfið þá þetta höfum við ekkert upp á þá lengur að kássast og það verður líka áhugavert að sjá sko þegar þessi tollastrið byrja sko það er svona að því að Trump virðist halda það að hann getur bara sett á tolla tvist og bast og það set engin tolla á hann í Bandaríkjunum mótið, það bara má ekki ef að myndast núna viðskiptastríð á milli Evrópu sem að þið getur valla það var alltaf hægt þegar gerðu síðast þegar Trump setti tolla, þá voru tollarnir settið strategíst, þeir voru settir á ákveðna vöruflokka sem voru fluttið frá Evrópu og þá settu þeir líka tolla á ákveðna vöruflokka sem voru fluttir á Bandaríkjunum eins og rúgviski og Harley Davidson mótorhjól og eitthvað svona sko. En ef þetta verður sem blankó 10% tollu sem að virðist hann er búin að segja hann alltaf að gera að þá á Evrópusambandi valla nokkur annar kostu völ en að segja ok, þá eru bara 10% tollar báða leiðir sko. Þá verður Trump örgulega alveg æfur yfir að þessari árás á Bandaríkin og þá hvað gerist þá og toppar hann já, þannig að það er ýmislegt þarna í þessu allu saman sko, sem að þetta hefur byggst á þeirri hugmynd að við erum einhvers konar vinir en ég held að Trump sé ekki vinu neins Trump sér ekki heiminn þannig þar sem ef það er eitthvað sem lýsir Trump þá er hann transaktionalisti, hann sem sagt viðskipti það sem hann sér alltaf hann er alltaf í hann gera einhverja viðskipta samninga, hann heldur heiminn gangi út á það og hann gengur ekkert út á lýðræði, gengur ekkert út á mannréttindi, hann gengur ekkert út á neitt slíkt hann gengur bara út á það ef ég býð þér eitthvað ef ég ætla að fá eitthvað þá beiti ég alls konar aðferðum og við erum alltaf í stöðum samningum og samningarnir gangi út af það að reyna að vinna þig og ef að það verður ef að samskiptum í Evrópu verða þannig þá er þetta svona kerfi sem er byggt upp eftir seinni heimsstyrjöld farið. Við munum hittast hérna ofta að ræða Trump þannig að það betur við. Nei, þetta myndi mig bara á, mér fannst þessi sena með biskupinn á innsögnunum mér var svo merkileg, líka bara vegna þess að sko náttúrulega þessi bandarska íhaldstefna, hún gengur út á kristni og svo kemur þessi biskup með bara algjörlega basic kristni og það er sem að, og ég horfði svo mikið á já, þetta er ótrúlega falleg ræða hjá henni og bara, þú veist, segja sannleikanum við valdið og allt það, sko, en svo var ég svo mikið að horfa á andlitin þeirra og það sem að, þú
hann var reyndar, hann hélt sér lengi kallinn sko, en þeir hinir, voru að rangfólfa augunum og allt þetta og það sem að maður sá svo mikið á þeim, þetta voru svona þessi kallar með öllum, allar konurnar voru eins og barbidokkur og og þær og þau öll, þau komur andlitunum var bara, heyrðu, við unnum valdið. Hvað ert þú að segja við okkur? Það var akkurat þessi svona ég segi svona, þessi skiptatengsl sem að bara, núna náðu við valdinu, þú getur ekkert verið að koma með þessar hugmyndir til okkar, við eigum. Já, akkurat. Og það var svo, þetta var tala við Jesú. Þetta var rosa symbolist einhvern veginn, sko, bara bæði hvað hún var bara, þetta kristni og hvað þau voru bara ótrúlega hissa á henni og svona hneyksluð að hún væri að gera þetta. Já. Ég som upprunalega svíi náttúrulega einhvers konar halvblanda núna, ég búin að búa hann svo lengi, en ég hugsa stundum tilbaki, já, þetta var bara virkilega sorglegt á eftirstríðsárunum að það var ekki norrænt varnarbandalag frekar en NATO, að því núna þetta að býta okkur svolítið í rassinn að við höfum ekki þetta sjálfstæði, við erum svo rosalega háð Bandaríkin og það spurning, hann að henda þetta fram til að búa til einhvers konar samningaferli sem hagast Bandaríkin betur, eða hann virkilega að meina þetta að fara inn í Grænland og þá Frakkland náttúrulega búin að spyrja eftir meira sjálfstæði Evrópu lengi en ég veit ekki hvort við viljum byggja okkur nýja tíma á arfleið Frakklands frekar en arfleið Bandaríkjanna. Þar fyrir utan að þá það ríkin í Austur-Evrópu hafa engan áhuga á varnarbandalagi með Frakklandi, þeir vilja bara varnarbandalagi með Bandaríkjunum og svo það náttúrulega fyrir okkur að hvort sem við viljum það ekki að þá skilgreina Bandaríkin að Ísland á því sínu áhrifarsvæði og ef það ófriður á norðurhveli jarðar þá munu þeir þurfa á Íslandi að halda og þeir ekki að hugsa okkur sem Íslendinga, þeir bara að hugsa þennan klett í hafinu sem ætlað að taka og þeir munu koma hingað hvort sem við viljum eða ekki, hvort þeir lítið á þessi vina okkur eða ekki, það bara vegna þess að þeir lítið á að það sé hagsmuni þeirra að taka okkur. Enda þegar samningurinn var gerður 1941, það var alveg ljóst að þetta var ekki samningur. Herðu, það mjög áhugavert að fá að tala hér Trump og meintan fasisma hans, Pontus, Nanna Hlín og Guðmundur. Kæra þakki fyrir komuna. Þetta eru lokin hérna á þættinum Synir Egils. Ég þakka Sigurjóni fyrir að vera hér með mér og öllum gestum sem komu hérna í fyrra hollinu og ég þakka Pétri Fjellsti kærlega fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og breytta þessu samtölu okkar í fjölmiðlum. Minni á að það sem að drífur samstöðuna áfram sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur. Hvet ykkur til þess að íhuga það ef þau eru kannski löngu búin að ákveða að gerast áskrifundur, að kýla á það eins og sagt farið inn á samstöðum.is, þar hnappur sem ástendur áskrift. Þar getið skráð okkur fyrir 2.500 krónur sem grunnáskrift sem mér sagt að sé hlægilega lágt verð með það efni sem við búum til. Þeir megi borga meira þið viljið og þeir sem kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsskjöld inn í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta fjölmiðl í eigu almennings og allt sem við sjáum hér og heyri í boði áskrifenda. Við þökkum kærlega fyrir njótið þess sem eftir af helginni en svo sjáumst við aftur hér á mánudaginn þegar rauða borðið byrjar með sína samfélagsumræðu. En takk fyrir í bili og góða helgi.